Almannavarnir hafa lýst yfir hættustigi á Seyðisfirði vegna hættu á skriðuföllum og rýma þarf 9 hús í bænum. Fjöldahjálparstöð hefur verið opnuð. Hátt í 20 skriður hafa fallið í Kinn og Útkynni í Þingeyjarsveit og sumar allt að 800 metrar að lengd. Fólk af 11 bæjum dvelur hjá vinafólki fjarri skriðusvæðinu. Yfir 30 þjóðarleiðtogar komust hjá skattgreiðslum með því að geyma peninga í aflandsfélögum samkvæmt Pandóru-skjölunum sem tugir fjölmiðla hafa unnið úr. Dæmi $2 milljóna viðskipti í gegnum slík félög. 3 hafa kært endurtalningu atkvæða í Norðvesturkjördæmi til Alþingis og vilja að kosið verði að nýju í kjördæminu. Undirbúningskjörbréfanefnd kom saman í dag í fyrsta sinn og ætlar að funda stíft vegna málsins. Stjórnendur Facebook vilja frekar græða en uppræta hatursáróður og upplýsingaóreiðu. Þetta segir uppljóstrari sem vann fyrir Facebook og kom fram í fyrsta sinn undir nafni í gær. Gott kvöld. 9 hús á Seyðisfirði voru rýmd í dag vegna hættu á skriðuföllum. Íbúi í einu húsanna sem þurfti að rýma hús þegar skriður féllu á bæinn í lok síðasta árs. Hann hefur fylgst vel með hversu mikið rignir. Konan átti von á að þurfa að rýma að nýju en ekki svona snemma. Ríkislögreglustjóri í samráði við lögreglustjórann á Austurlandi hefur lýst yfir hættustigi almannavarna á Seyðisfirði vegna hættu á skriðuföllum. Frá því í gær hafa mælst hreyfingar á fleka sem liggur milli skriðusársins frá 2020 og Búðarár. Spáð frekari úrkomu þegar nær dregur helgi. Fólk bara hrætt og óöruggt. Það verður að rýma það svæði sem Stórustíðan fór í vetur hjá okkur. Þannig að við til þessi björgunarsveitum stöndum núna erum að tæma okkar húsnæði með tækjatólum og öllu því tilheyrandi sem þarf svo við séum út af tæki. Íbúi á svæðinu sem þurfti að rýma heimili sitt ásamt fjölskyldu var að heiman í 2,5 mánuð þegar rýmt var í desember. Hún átti allt eins von á því að þurfa að rýma að nýju. Þetta ekki svona þægilegasta í heimi. En ég ætti alveg svo sem vona á þessu en kannski ekki alveg svona fljótt af því það ekki búið að regna það mikið. En voruð þið eitthvað farin að vera smeykum að þetta væri yfirvofandi? Sko við búum svona frekar nálægt skriðusárinu þannig að mér fannst alveg líklegt að eitthvað geti gerst svona þegar það byrjaði að rigna. En ég treysti bara á því að þetta fylgst vel með og mér finnst það allavega að vera reyndin núna. Hvernig upplifið þið öryggi ykkar? Ég upplifi það bara svo sem alveg allt í lagi, eins og ég segi. Ég veit alveg að það búið að setja upp mikið af mælum, það fylgst vel með. Ég fylgist mjög vel með rigningunum og hversu margir millimetrar falla á hverju klukkustund. Svo lengi sem að ég get fylgst vel með og ég veit að það fólk að fylgjast vel með, þá ég alveg róleg. Ég er ekkert beint hrætt, en mér finnst þetta ekkert þægilegt þegar það svona rýming, þá vill maður bara koma sér út. Rúnar Snær Reynisson, fréttamaður, ræddi við lögreglustjórann á Austurlandi rétt fyrir fréttir. Það hreyfing og fleka fyrir ofan Búðarána að þar við og það var bara ákveð að grípa til ýtrustu aðgerða og tæma hús þarna í kring. Við erum að tæma 9 hús. Og það var ákveðið að opna fjöldaðarbústöð hérna? Já, það er náttúrulega búið að ganga mikið á Seyðisfirði og við viljum bara vanda okkur og fara vel hana í sakirnar og vinna málið vel. Er þetta mikil hreyfing? Nei, þetta er ekki mikil hreyfing. Nótu þess að við vildum bara skoða málið betur og vanda okkur. Það von á rigningu núna í vikunni og við veitum ekki alveg hvernig málið þróast. Eru margir sem þurft að fara úr húsum sínum? Já, þetta er svona 20 manns. Hátt í 20 skriður hafa fallið í Kinn og Útkinn í Þingeyjarsveit og alls hefur þurft að rýma 11 bæi á skriðusvæðinu. Bændur fara í fylgd björgunarsveita til Mjalta og það styttist í að hella þurfi niður mjólk þar sem ekki hægt að sækja hana heim á bæina.
Erfitt hefur reynst að fá nákvæma mynd af stærð og umfangi skriðana þar sem ofanflóða sérfræðingar hafa ekki mátt fara inn á skriðusvæðið frekar en aðrir. Í dag hefur náðst að mynda úr fjarlægð og rýna í brekkurnar og þannig telja hátt í 20 skriður. Fjórðungur þeirra er mjög stórar skriður, allt að 800 metra langar og 200 metra breiðar. Það er alltaf fyrsta mál á dagskrá að endurskoða rýmingar og gerum það í samræmi við almannavarnir. Það er almannavarnamál en við erum þeim innan handar og svo er það bara að teikna upp þessar skriður, þessi sár og úthlaupið á þeim og reyna að finna út hversu mikið magni farið og hvort það sé meira sem við þurfum að hafa ágjörð af. Þannig við erum að nýta daginn í dag í birtu að sjá sem mest upptakasvæði og úthlaupið hvert skriðurnar fóru til þess að reyna að teikna þetta allt saman upp á kort og meta aðstæður betur. Í gærkvöld þurftu að rýma 5 bæi í Kinn til viðbótar við þá 6 bæi í Útkinn sem þegar höfðu verið rýmdir. Mjólkurbúar á 2 nyrstu bæjunum í Útkinn, Nýpá og Björgum og hafa bændur þar þurft undanþágu til að fara heim í fylgd björgunarsveita til að mjólka. Við höfum komist nú á jeppa og eins og í morgun þá fórum við það er kallað bara út fyrir skriðuna Það festist þarna bíllinn og við spiliðum hann upp og þá var bara hringt á Piloter meðan við mjólkuðum og hann opnaði, stakk gat í skriðuna og við fengum bara mjólka og gefa og svo bara fórum við aftur. Og hann segir ótrúlegt að rafmagn hafi ekki farið á bænum í þessum hamförum en það hefði gert þetta allt miklu erfiðara. Hvað getið þið mjólkað lengi í tanka heima bæ aðeins að þurfa að byrja að hella niður? Við höfum kannski 3 daga, ég hugsa þegar Björgum hafi eitthvað svipað. 3, kannski 4, ég veit það ekki. En það þarf að fara að sækja mjólkina fljótlega Já, og nú bíða íbúar og fleiri eftir því að leyft verið að fara þarna inn á svæðið til þess að meta skemmdir og hefja hreinsunarstarf. En hann hjá okkur Hermann Karlsson, yfirlögregluþjónn hér á Akureyri. Þið hafið nýlokið fundi hér hjá almannavörnum. Hvaða niðurstaða var á honum? Já, við höfum búin að funda tvívegis í dag með Veðurstofu og almannadeild hjá ríkislögreglustjóra og niðurstaðan er svo að við ætlum að halda óbreyttri rýmingu inn í nóttina og yfir nóttina eftir skoðanir í dag og núna fór aftur að rigna seinni partinn og búið að ganga á með miklum rigningum á svæðinu núna seinni partinn og verður það líklega fram að miðnætti allavega. Þannig að það þótti bara ekki ráðlegt að taka séns á neinu og við bara viðhöldum þessari lokun og rýmingu að minnskosti til morguns og munum eiga fund þessi mál aftur klukkan 1 á morgun og fáum upplýsingar líka í fyrramálið hvort það sé einhverja breytingar eftir nóttina. Já, það eru þessar rigningar í kvöld sem og framundir mínútur sem að fólk óttast og þannig að það er enn von á því að gætu fallið skriður. Já, örugglega og algjörlega því að það er búið komið ljós í dag, féllu einhverja skriður hérna til viðbót þeir sem kom í gær og algjörlega ástandið er þannig að ekki síst með þessari bættu úrkomu sem er að koma í kvöld og þá er hættan algjörlega til staðar. Hermann, takk kærlega fyrir það. Og við höldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með þessu skriðuföllum hér fyrir norðan og að sjálfsögðu ástandinu austur á Seyðisfirði. Já, takk fyrir það Ágúst og Hermann. Það kom fram Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hjá þeim að þeir búast við rigningu til allavega til miðnættis. Hverju spáið þið? Já, það eru úrkomubakkar að koma inn núna í kvöld og nótt og svona fer ekki að draga almennilega úrkomunu fyrir svona með nóttinu og í fyrramálið. Úrkomu viðvörun verður gildi gul fyrir Norðausturland þá fram til morguns og svona meðan þetta er nú engin aftak úrkoma en á meðan þetta eru svona 10-15 mm kannski uppsöfnu úrkoma sem á eftir að falla þá getur það skapa hættu því að jarðvegurinn tekur ekki við þessu vatni almennilega lengur, allt mettað. Takk fyrir, já, ég ætla að nefna að síðan lagast þetta náttúrulega morgun, síðan kemur nú djúplægð upp að landi svona leifarnar af fellibylnum Sam upp að landi seinni hluta vikunnar og með talsverð úrkomu fyrir austan, þannig að það er að fylgjast vel með því.
Já, takk fyrir það og að sjálfsögðu nánar eftir fréttirnar og íþróttirnar og við ætlum í pólitíkina. Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, segir eðlilegt að gott gengi flokksins í kosningunum endurspeglist í skiptingu ráðuneyta í stjórnarmyndunarviðræðum. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, mætti á fund formanna Vinstri grænna, Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins í ráðherrabústaðinn í morgun enda efnahagsmálin efst á baugi í dag. Formennirnir ræddu ríkisstjórnarmyndun fram yfir hádegi. Þau segja að góður gangur sé í viðræðunum en þær geti tekið nokkrar vikur. Það bara fínn gangur í þessum viðræðum og ég hef enga ástæðu til að ætla að það komi eitthvað upp á en það kemur bara allt í ljós þegar við erum komin lengra. Gerir þú kröfu að halda þínu ráðherraembætti? Ég legg málið kannski ekki þannig uppbeint en við eigum eftir að ræða það hvernig við myndum skipta með okkur verkum nákvæmlega. Stærsti gagnaleki sögunnar hingað til, svokölluð Pandóruskjöl, sýna að yfir 30 fyrrverandi og núverandi þjóðarleiðtogar geymdu umtalsverða fjármuni í aflandsfélögum og komust þar með hjá skattgreiðslum. Þeir leiðtogar sem hafa brugðist við neita hafa gert nokkuð rangt. Hallgrímur Indriðason, þú hefur verið að rýna í þessi mál. Hverjir eru það sem að koma við sögum? Við skulum byrja á forsætisráðherra Tékklands, Andrej Babiš, sem hann sækist einmitt eftir endurkjöri í kosningum í Tékklandi næstu helgi. Það er sagt að hann hafi notað aflandsfélag til að kaupa fasteign í Suður-Frakklandi upp á 22 milljónir bandaríkjadala sem eru ríflega 2,8 milljarðar íslenskra króna árið 2009. Og þetta kom ekki fram í skattframtalinu hans þetta ár og hann hefur jafnvel verið sakaður peningaþvætti en Babiš neitar því að nokkuð óeðlilegt hafi gerst. Realitní kancelář nám doporučila to koupit přes advokáta a tím způsobem se to koupilo. A není to nic nelegálního. I ty samotní vlastně investigativci říkají, že to není nic nelegálního, tak já nevím, co z toho děláte. A bylo to, ale bylo to v roce 2009, pane redaktore, to já jsem ještě... Það kemur líka fram að Abdullah II konungur Jórdaníu, hann notaði aflandsfélög til að kaupa 14 fasteignir í Bretlandi og Bandaríkjunum og það fyrir ríflega 100 milljónir bandaríkjadala. Síðan á kona sem sögð hafa eignast barn með Vladimir Putin að hafa notað aflandsfélag til að útvega honum fasteign í Mónakó en það er rétt náttúrulega að geta þess að talsmenn bæði Jórdaníu konungs og Putins hafa neitað að nokkuð óeðlilegt hafi verið við þetta. Og þetta tegir sig líka inn í bresk stjórnmál. Jú, Tony Blair, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, hann á að hafa komist hjá greiðslu skatta þegar hann keypti byggingu í London í gegnum aflandsfélag og síðan hafa 2 menn sem hafa styrkt breska íhaldsflokkinum umtalsverðar fjárhæðir. Þeir eru sagðir hafa hagnast á vafasömum viðskiptum í Rússlandi og í Úsbekistan þar sem mútur komu meðal annars við sögu. En forsætisráðherra Bretlands og jafnframt leiðtogi íhaldsflokksins, hann brást við þessu í dag. I see that story today, but all I can say on that one is that all these donations are vetted in the normal way in accordance with rules that were actually set up under the Labour government. So we vet them the whole time. Hafa þessar fréttir einhver áhrif á stöðu þessara leiðtoga heima fyrir? Já, það fer nú tvennum sögum að því. Það til dæmis óvíst hvort að þetta hafi áhrif á komandi kosningar í Tékklandi út af forsætisráðherranum þar. En í það minnsta þeir sérfræðingar sem hafa tjáð sig hafa ólíka skoðanir á áhrifunum á annars vegar konunginn í Jórdaníu og hins vegar á Vladimir Putin, Rússlandsforseta. It's very damaging not for King Abdullah alone, but for anybody in his shoes. Especially that Jordanians are really suffering economically. This latest news will not change anyone's view in Russia as to whether or not Putin has large offshore assets or not. I think people who either believe that or don't believe that, there's no evidence here that would change that view one way or the other. Aftur að íslenskri pólitík 3 hafa kært endurtalningu atkvæða í norðvesturkjördæmi til Alþingis og dómsmálaráðuneytis. Þess er krafist að kosningin verði ógilt og að kosið verði að nýju í kjördæminu.
Undirbúningskjörbréfanefnd kom saman til síns fyrsta fundar í dag en hún hefur ákvörðunarrétt í málinu. Sjálfstæðisflokkurinn á 3 fulltrúa í nefndinni, Framsóknarflokkur 2 og Samfylking, Vinstri græn, Píratar og Flokkur fólksins hvert sinn fulltrúa en Viðreisn og Miðflokkurinn eiga rétt á áheyrnarfulltrúa. Birgir Ármannsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, var kjörinn formaður nefndarinnar á fundinum í dag. Þetta verða þó nokkrir fundir en við reynum auðvitað að vinna hratt en við verðum líka að vanda okkur. Einhver vafi í raun og veru bara lögmæti nefndarinnar sjálfrar svona fyrst að allt þetta í svona mikilli óvissu? Nei, það held ég ekki. Það alveg skýr ákvæði það í þingsköpum að það hægt að setja á fót undirbúningsnefnd til þess að fjalla og undirbúa ákvörðun kjörbréfanefndar og kjörbréfanefnd síðan kosin á fyrsta þingfundi og hefur ákveðið skilgreint hlutverk. Þannig að mínum mati engin vafi lögmæti vinnunar. Birgir segir alls óvíst hvenær niðurstaða liggur fyrir. Nefndin fundar næst á miðvikudag. Magnús Norðdahl, oddviti Pírata í Norðvesturkjördæmi, lagði fram kæru í síðustu viku. Í dag bættust við kærur frá Guðmundi Gunnarsinni frá Viðreisn og Rósu Björk Brynjólfsdóttur Samfylkingu en þau mistu bæði sæti á þingi vegna breytinga á jöfnunarsætum eftir að talið var aftur. Í kærunum eru gerðar ýmsar athugasemdir við vinnubrögð yfirkjörstjórnar í Norðvesturkjördæmi, frágang og varðveislu kjörgagna og að endurtalning hafi verið án auglýsingar og nægilegs fyrirvara með þeim afleiðingum að almenningur og umboðsmenn stjórnmálaflokkana gátu ekki fylgst með henni. Því beri að ógilda kosninguna og kjósa að nýju í kjördæminu. Meðal annars þar vísað til ákvörðunar Hæstaréttar ógildingu kosninga til stjórnlagaþings 2011. Facebook heldur hatursáróðri og upplýsingaóreiðu vísvitandi af fólki til að græða peninga. Þetta kom fram í máli uppljóstrara sem starfaði hjá Facebook en birtist í viðtali í fyrsta sinn undir nafni í gærkvöld. Frances Haugen 37 ára og starfaði hjá Facebook frá 2019 þar til í maí á þessu ári. Áður en hún hætti tók hún afrit af minnisblöðum og öðrum skjölum sem hún afhenti Wall Street Journal. Wall Street Journal hefur birt svonefndu Facebook-skjölin í skömmtum síðustu 3 vikur en Haugen steig í fyrsta sinn fram undir nafni í viðtali við 60 mínútur. When and how did it occur to you to take all of these documents out of the company? At some point in 2021, I realized, okay, I'm going to have to do this in a systemic way and I have to get out enough that no one can question that this is real. The version of Facebook that exists today is tearing our societies apart and causing ethnic violence around the world. Facebook eitt af verðmætustu fyrirtækjum heims. Á aðeins 17 árum hefur það náð til sín 2,8 milljörðum notenda. Það 60% allra sem hafa aðgangað interneti í heiminum. Haugen starfaði áður hjá Google og Pinterest. Hún segir ástandið verra hjá Facebook en öðrum miðlum og að stjórnendur þar taki ítrekkað ákvarðanir í gróðaskyni þrátt fyrir að vita að þær hafi slæmar afleiðingar. Consequences of how Facebook is picking out that content today is that it is optimizing for content that gets engagement or reaction. But its own research is showing that content that is hateful, that is divisive, that is polarizing, it's easier to inspire people to anger than it is to other emotions. Misinformation, angry content is enticing to people and keeps them on the platform. Yes. Facebook has realized that if they change the algorithm to be safer, people will spend less time on the site, they'll click on less ads, they'll make less money. Haugen ber vitni fyrir bandaríska þinginu síðar í vikunni og vonar að stjórnvöld setji fyrirtækinu skýrara regluverk. Facebook over and over again has shown it chooses profit over safety. It is subsidizing, it is paying for its profits with our safety. I'm hoping that this will have had a big enough impact on the world that they get the fortitude and the motivation to actually go put those regulations into place. Og þessar uppljóstranir ekki einu vandræðin sem að Facebook glímir við því að vefsíðan liggur niðri og samband við hana rofnaði á 4. tímanum í dag. Þá geta notendur heldur ekki tengst samskiptaforritunum Messenger, Instagram og WhatsApp. Ekkert hefur gefið upp ástæður þessarar bilunar.
Jarðskjálftahrinan á suðvesturhorninu, suðvestur af Keili, heldur áfram. Stærsti skjálfti dagsins mældist 3,3 upp úr klukkan 7 í morgun. Samtals hafa mælst 920 skjálftar frá miðnætti til klukkan 5. Þeir hafa verið að jafnaði 1000 frá því að hrinan hófst fyrir viku. Flestir skjálftarnir eru á 5 til 6 km dýpi og innan við 2 km frá Keili. Næsta gervitunglamynd sem mælir breytingar á yfirborði væntanlega annað kvöld. RÚV setur upp myndavél í samvinnu við almannavarnir í lok vikunnar svo hægt sé að streyma beint frá jarðskjálftasvæðinu. Rúmlega 700 grunnskólanemar á Akureyri eru í sóttkví eftir að 34 börn í skólum bæjarins greindust með veiruna. Karl Frímannsson, sviðsstjóri fræðslusviðs Akureyrarbæjar, segir vonbrigði hversu margir hafa verið sendir í sóttkví og segir ljóst að yfirvöld gangi lengra en reglur gera ráð fyrir. 25 manns greindust með koronaveirusmiti innanlands í gær, þar af 13 á Akureyri. Miðað við gildandi sóttvarnareglur þá væntanlega búið að herða reglurnar og það búið að ég held senda miklu fleiri sóttkví heldur en reglurnar kveða á og eflaust eru ástæður fyrir því en það nú kannski frekar vonbrigðin hvað margir eru í sóttkví miðað við það að það innan við 1% barna sem eru smituð. Af hverju heldur það sé? Já, ég held að þetta sé bara fenginni reynslu, þannig að það verið að reyna að ná utan þetta fyrst og fremst. En ég held við séum nú bara komin að því að lifa með þessum sjúkdómi og við þurfum bara að umgangast hann með þeim hætti. Þá vil ég hins vegar undirstrika að við verum að sinna sóttvörnum áfram og annað slíkt en sjálfum finnst mér þetta svona djúpt í árinni tekið. Jóhanna Vigdís, þú ætlar að fjalla stjórnarmyndunina áfram í Kastljósi á eftir. Hingað kemur Katrín Jakobsdóttir formaður Vinstri grænna sem leiðir þessa viðræður. Við ætlum að ræða við hana úrslit kosningana, stöðuna í viðræðum formanna stjórnarflokkanna og hver stóru málin séu sem þau eru að reyna að ná einhverju sátt og svo ætlum við auðvitað að spyrja út í skiptingu ráðuneyta og hver séu stærstu verkefnin og kannski erfiðustu verkefnin sem þau standa frammi fyrir í þessum viðræðum. Allt þetta hér með Katrín Jakobsdóttir í Kastljósi rétt á eftir. Já, takk fyrir það. Og það Einar Örn Jónsson sem að sér íþróttafréttirnar í kvöld. Breiðablik fékk undanþágu frá UEFA og leikur því á Kópavogsvelli gegn PSG í meistaradeild kvenna í fótbolta á miðvikudag. Leikurinn jafnframt kveðjuleikur þjálfara liðsins. Ég held að skipti bara öllu máli fyrir Breiðablik og fyrir Kópavogsbú og Blika að hafa þetta hér. Haukar unnu annan titil sinn á rúmri viku í körfubolta kvenna í gærkvöldi þegar liðið lagði Val í meistarakeppni KKÍ. Og Jóhann Berg Guðmundsson verður ekki með karlalandsliðinu í leikjunum tveimur sem framundan eru vegna meiðsla. Hann ósáttur við vinnubrögð KSÍ. Helstu fréttir kvöldsins: almannavarnir hafa lýst yfir hættustigi á Seyðisfirði vegna hættu á skriðuföllum. Rýma þarf 9 hús í bænum. Fjöldahjálparstöð hefur verið opnuð. Hátt í 20 skriður hafa fallið í Kinn og Útkinn í Þingeyjarsveit og sumar allt að 800 metrar að lengd. Fólk af 11 bæjum dvelur nú hjá vinafólki fjarri skriðusvæðinu. Yfir 30 þjóðarleiðtogar komust hjá skattgreiðslum með því að geyma peninga í aflandsfélögum samkvæmt Pandóruskjölunum sem tugir fjölmiðla hafa unnið úr. Dæmi eru $20 milljóna viðskipti í gegnum slík félög. 3 hafa kært endurtalningu atkvæða í Norðvesturkjördæmi til Alþingis og vilja að kosið verði að nýju í kjördæminu. Undirbúningskjörbréfanefnd kom saman í fyrsta sinni í dag og ætlar að funda stíft vegna málsins. Þessu að ljúka hjá okkur, næstu fréttir klukkan 10, bæði í útvarpi og sjónvarpi. Verið sæl.